Halló, 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 halló. Yay, yay. Halló, halló, Yay. halló, halló, halló. Ok. Fyrir ykkur sem ég kannski látið vita í kvörtunar að þetta sé. Ég þakka ykkur sem sögðu mér af því að það væri betra en þetta hefði gert eftir 10 mínútur eða 30 mínútur. Ok, við erum svo að tala um CSS og dæmi það hvernig við getum notað fallbacks til þess að nota einhverja nýja virkni sem við erum ekki 100% viss að sé stutt af öllum þeim vöfrum sem við erum að nota og setja það inn eitthvað fallback gildi í staðinn. Síðan erum við með vafra forskeyti sem vafra framleiðendur meðan þeir eru ekki ennþá með kannski fullan stuðning eða eru að útfæra eitthvað spec, eitthvað CSS spec sem ekki raun ekki tilbúið og ekki búið að segja þetta tilbúið til almennar notkunar, þá hafa vafraframleiðendur verið að gefa aðgang að þessari virkni en baku svona vendor prefix, þannig að það svona, þú þarft explicitly að segja að ég ætla að nota þetta svona, af því þá geta vafraframleiðendur síðan haft það og svo útfært í raun án forskeytis seinna meir þegar það komið í raun aldursstuðningur við spekkið. Þá það einhvern veginn svona, eitthvað bandstrik, Moz fyrir Mozilla, bandstrik WebKit fyrir Safari og Chrome og bandstrik MS fyrir Microsoft browserinn, browserana, EE og Edge og svo bandstrik O fyrir Opera. Og þetta rosalega mikið svona utanumhald að muna hvað þetta mikið og margnungið, þannig að það til svona tólbæði til að gera þetta sjálfkrafa fyrir okkur. Eins og sjáum við Display Flex ekki stutt, heldur það með Display WebKit Box, MS Flexbox og Flex. Okkur langar ekkert til að muna þetta, þannig að við munum bara Display Flex og svo notum við einhverja þjónustu. Þessi gerir það svona manually, svo þetta keyra þetta með svona tólum sem við skoðum seinna, sem gerir þetta bara sjálfkrafa fyrir okkur. Þannig að þá skrifum við bara svona fínt og flott eins og við búumst við þetta virki og auto-prefixin sér í raun bæði að droppa ykkur sem ekki lengur relevant og setja inn allt það sem þarf. Og svo náttúrulega kemur spurningin, ok, hvað getum við eiginlega notað, hvað var að styðja hvaða CSS? Þá getum við aftur notað þjónustu sem heitir Can I Use og hún býður okkur bara upp á það að fletta upp einhverju virkni, eins og við getum flett upp hérna Flexbox og þá getum við sjá hérna Flexbox Flexible Box Layout Module og þá sjáum við hérna Global 96,92% miðað við í raun statsa sem þau fá frá einhverju sem að fylgjast með vafranotkun á heimsvísu. Þetta svona circa about og svo getum við segja hérna Import for Iceland 95,44%. Þannig að þetta svona einhverja tölur, við veitum ekki alveg hvaðan að koma en þetta alveg mjög góður indikator það að Flexbox eitthvað sem við erum tilbúin sem frá að nota. Það svo heppin að ég ætla að segja ykkur núna að verkefninu notið Flexbox til þess að leiða þetta út, sko, af því að það svona einfalt að lífa eitthvað svona 20-fall með við það sem þú ert að gera hérna áður í fyrra. En í gamla daga, af því að þetta hefur svo hratt, bara. En þá sjáum við hérna sko unprefixed, þá stuðningurinn bara 87%, þannig að við getum ekki ennþá farið að sleppa því að prefixa Flexbox í dótinu sem við erum að nota í production á raunverulegum vef. Og svona getum við notað þetta bara til þess að skoða alls konar font, font phase fyrir webfont og sjá það með minni support en Flexbox að láta því að Opera Mini styðja ekki. Þegar við fyrir að skoða þetta, þá að sjá all í Opera Mini gífurlega sjálfgeft en það samt vafri sem alveg þessi virði að spá aðeins í. Ok, svo hugtak sem mér mjög hugleikið, sem Progressive Enhancement. Og Progressive Enhancement snýst það að við byggjum upp upplifunirnar okkar
Þannig að við viljum í grunninn að það fyrir við sem minnstra mögulega tækni. Þar leiðandi að því sem myndi virka í OpenMini. Og svo þegar við erum sér búin að gera þetta aðgengilegt merkingafræðilegt HTML, þá bætum við útlitunum með CSS. Þannig að ef við séum með einhvern vafra sem næri ekki að sækja CSS og okkar, þá erum við samt sem áður að fara að birta vefinn okkar eins og við erum að gera í verkefninu núna. Hann er hrár og ljótur, en efnið er aðgengilegt. Þannig að í versta falli þá getur lesið efnið, það er ekki flott og höfundurinn vildi. Svo bætum við virkni með jáskrift og þessari virkni bæði útlitslegu og virknislegu erum við að bæta við eins og stuðningurinn er til staðar. Þannig að við erum með þessi fallback, við erum með þessi polyfill. Þannig að hvert skipti sem við bætum við einhverju lagi ofan á verkefnið okkar, þá viljum við helst að efnið okkar, kjarninn í því sem við erum að gera, sé aðgengilegur. Byrjum einfalt og bætum við virkni í lögum. Þetta er oft falleg hugsunargangur, en getur verið mjög flókin og gífurlega flókin ef við erum að gera þetta eftir á. Svo þegar við erum að fara að setja niður og skrifa CSS, þá getum við núna í dag notað virkni sem er og verður ekki fullu stödd í öllum vöfrum fyrir einhvern tímann í framtíðinni. Þetta er gott. Þetta var ekki svona, þetta er ógeðslega gott. Þetta er svo góð tími til að skrifa CSS. Og við ætlum síðan að ákveða hvaða vafra og stýrikerfi við ætlum að, eða ætlum ekki að styðja. Þannig að ef við erum með eitthvað verkefni og við vitum að þetta er verið að gera þetta fyrir einhverja opinbera stofnun sem er ennþá með E9 á öllum útstöðum, eins og í Landspítalanum, ég var að vinna þannig. Og þú veist, það bara setti skorðið það. Við gátum ekkert verið að nota neitt nýtt. Við urðum bara að styðja þetta því að 90% af hópnum sem voru að fara að nota þetta var á þessum vafra. Þannig að við vorum ekkert eitthvað að fara að leika okkur og gera þetta allir fyrir nýjum vafra. Og svo getum við líka bara ákveðið, við ætlum ekki að styðja þennan vafra því það er bara meiri kostnaður og við sjáum að það er ekki svona margar heimsóknir að hann. Þannig að við bara sleppum og þá samt gerum við það meðvitað. Og svo prófum við í tækjum og vöfrum sem við ætlum að styðja. Nýtum okkur Progressive Enhancement. Ok, núna svona meira að því við HTML og CSS. Þegar við ætlum að fara að skrifa, við erum búin að skrifa HTML okkar og við ætlum að tengja CSS við, ætlum að fara að setja eitthvað útlit á stafið, þá viljum við helst nota link element til þess að vísa í eitthvað style sheet, helst í head og við höfum þannig algjörn aðskilnað. Við höfum HTML okkar, við höfum CSS okkar, það er alveg aðskilið. Svo getum við líka sett style block, eða style element, sem er þá element sem inniheldur CSS í HTML-skjalið, helst í head. En það er ekki alveg, þú veist, þá er CSS okkar hérna í HTML-inu okkar, en það er þá allavega, þú veist, í share block. Og það er oft sem maður gerir þetta út af því að það er einhverjar ástæður, maður það dýnamískt að setja eitthvað gildi inn eða eitthvað þess. Svo getum við, og ættum alls ekki að gera nema við höfum alveg virkilega góða ástæðu fyrir, að setja CSS okkar í style attribute á elementi sem við ætlum að stæla. Þar erum við bara hardcore að binda útlitið við elementið og þetta viljum við aldrei gera þegar við erum svona almennt að vefa, en svo getum við ef við séum að nota eitthvað svona framework eða eitthvað, gera eitthvað JavaScript sem lætur, og við verðum bara að gera þetta. Og þá vitum við aftur. Við vitum hvaða reglur við erum að brjóta. Það er bara svona þjónubrjótareglur, það er í lagi að brjóta ef við vitum hvað við erum að gera. Já, í æskilegri röð. Við viljum gera þetta svona og við gerum þetta alltaf svona nema við höfum einhverja góða ástæðu. Þá fyrir við hérna og svo, þetta er svona, já, þetta viljum við ekkert gera. Þetta eigið þið ekkert þurfa að gera bara aldrei í þessum áfanga. Nema þið farið að gera eitthvað fancy animation stuff, sem ég veit ekki hvort þið farið að gera. En, já. Ok, CSS. Syntaxinn, hann í grunninn er þetta reglusett. Og reglusett samanstendur af komma-aðgrendum selektorum og skilgreiningablokk. Skilgreiningablokkir skilgreinast af svona curly brackets, opnast og lokast, og inn í þeim þá höfum við enga eða fleiri yfirlýsingu sem eru aðgrendar með semikomu. Og yfirlýsing byrjar á nafni eigandis, tvípunkti og gildi eigandis. Þannig að þetta er ekkert sérstaklega flókið. Svo erum við athugasemdir í svona multiline stjörnu syntax. Og síðan erum við aukalega at-reglur
sem einhverjar reglur sem að segja túlknum sem að túlka CSS að gera eitthvað sérstakt, til dæmis að innifela eitthvað annað CSS-skjal eða gera eitthvað ákveðið fyrir eitthvað ákveðið media, eins og til dæmis við viljum gera þetta fyrir handheld, sem þá einhver svona handheld-dót, eða screen, svo eru fleiri en það mjög lítið notað, já, eða print. Notaði þessa reglu þegar þú ert að fara að prenta þetta skjal, en ekki þú ert að birta það almennt. Minniháttarvillur hunsaðar og haldið áfram að lesa skjal, þannig að ef við gerum stafsetningarvillu á einhverju eigindi, þá það bara hunsað og haldið áfram, en meiri háttarvillur, sem við gleymum að loka reglusetti, þær munu í raun stoppa parsing á þeim punkti sem það gerist og restin þá ekki pörsuð og birt, þannig að við getum lent í svona mjög skrýtnu sem að það svo helmingurinn og útlitun okkar að rendera en ekki hinn. Dæmi þetta þá eitthvað svona. Hér erum við með selektorana sem við erum með. Þeir eru tveir, P og div a.foo. Þetta eitt selektor. Þetta eitt selektor. Svo erum við hérna með skilgreiningablokk og hérna erum við með yfirlýsingu. Þá það nafnið á attribútinu sem heita font size og gildið. Gildið hérna 1 þannig að það einhver lengd og hérna það pink sem eitthvað lykilorð. Og gildin nokkur. Við erum með heiltölur og rauntölur með punkti, og þetta amerískt. Við erum með prósentur og þá það sem hlutfall, þannig að við erum með eitthvað, við ætlum að láta það birtast sem prósentur, þá það eitthvað hlutfall af því plássi sem í boði. 100% þýðir, taktu allt, við 100% sem segir bara taktu allt pláss sem þú getur. Þá fyllir alveg upp í foreldrið þitt, eða eitthvað sem að vafurinn gefur okkur. Svo erum við með url, þar sem að slóðin getur verið með úrfellingarkomu eða gæslokum utanum. Þannig að það eitthvað svona, eða eitthvað svona. Og svo erum við með strengi, þau geta verið bæði með gæslöpum eða úrfellingarkomum og svo getum við að skeipað inn í þeim. Og við erum með liti. Þar erum við með lykilorð eins og bara nafnið á litum og það mismunandi eftir því hvernig vafrarnir, hvaða sett af lykilorðum þeir hafa og oft á tíðum þeir fallbacka í það að bara reyna að passa þetta sem einhvers konar hex-streng af því að hex svo næsta sem við erum með þá setjum við svona octothorn hashtag og annarkvort þryggjastafagildi sem þá gildið á rauða litnum, græna litnum og bláa litnum frá 0 og upp í F, þar sem 0 þýðir 0 og F þýðir 255 eða með tveimur það sem já, þetta alltaf upp í 16 og þetta upp í 255 en þetta í raun sami liturinn hérna af því að F þýðir bara FF, það bara svona shorthand fyrir þetta en þetta hérna 0 upp í 255 þar sem þetta 255 og þetta 0 og 0 það svartur og FFFFFFF hvítur. Svo getur við verið með RGB-gildin beint, þar sem við segjum í raun bara 0 upp í 255 fyrir hvert og eitt og svo getur við verið með RGB með alpha channel, þar sem við erum með RGB og svo seinasta gildi alpha gildið, þar sem 1 þýðir að liturinn algjörlega solid og 0 þýðir að hann algjörlega opaque, að það sést alveg í gegnum hann. Svo getum við verið með 0,5, þannig að hann 50% opaque. Og svona getum við verið með transparency í því sem við erum að gera. Og síðan getum við nota HSL, sem Hue, Saturation, Luminosity og HSL með alpha channel. Lengdir getum við skilgreint í nákvæmum einingum. Þá getum við notað inches eða centimeters eða millimeters og þá raun möppun á því hvernig það fer úr pixel yfir í þessa einingu. Hún skilgreind í stælnum en við gerum það mjög sjaldan og notum yfirleitt bara pixla þegar við erum með fastar nákvæmar einingar eða hlutfallslegar einingar. Þá getum við verið með EM, þar sem 1 EM skilgreind breidd í punktum á letri. Þetta 1 EM þá breiddin á letrinu, til dæmis 12 pixlar eða 12 punktar og þetta á við í öllu nema þeir eru síðan að skilgreina letur á
actual letur á einhverju elementi, þá það stærð foreldrisins sem við horfum á. Þetta svona, meikar ekkert sens og við sjáum það þegar við tökum dæmi. Svo EX, það lítið sem ekkert notað. Og svo erum við með REM, eða relative EM, sem alltaf hlutfallslegt með við rót, en ekki foreldri. Þannig að þetta hérna dettur út þegar við erum með REM, af því að þessi reikningur út af þessari nemaklausu gerir hlutina svolítið erfiða. Ok, og svo aukalega þegar við erum að skrifa CSS, þá getum við notað svona shorthand syntax. Þá getum við skilgreint í einni yfirlýsingu mörg gildi fyrir svipaða virkni eða sömu virknina. Þetta getum við svo spara okkur tíma og gert þett CSS okkar og gert það lesanlegra. Þannig ég mælist til þess að þið skoðið þetta og ég muni sýna ykkur alltaf dæmi þegar við förum yfir hvern og einn hlut sem hefur svona shorthand, hvernig hann virkar. En einu svona caveatið það að maður gæti verið að yfirskrifa einhver gildi sem einhverstað sett fyrir ofan og skipta máli eða þá að sjálfgefna gildi ekki það sem maður gerir ráð fyrir. Þannig að getum við verið með margin bandstrik left og svo getum við verið með margin sortandið sem skilgreinir það margin top fyrst, svo right, bottom left. Þannig að mér finnst alltaf best að muna þetta þannig að þegar við erum með margin og padding sortandið þá það bara klukkan og við byrjum á 12 og svo 3, 6, 9. Ok. Sjá, hvað erum við? Selektornir við erum bara búið til svona pattern sem við viljum að sé matchað á. Þannig að við getum notað heiti á elementi, til dæmis P. Við getum notað öll element með stjörnu, svona ekki æskilegur, af því að einu sinni heyrði ég að það væri ekki performant, svo hef ég heyrt að hann sé performant, en þetta svona, hann samt svolítið svona implicitly að segja bara gera þetta fyrir allt. Það ekkert alltaf það sem maður vill. Svo getum við notað attribute og þá setjum við hot clover utanum. Þannig að við getum targetað element með einhverju ákveðnu attribúti. Við getum sett class attribútið sérstaklega með punkti, punktur. Og þetta það sem við notum langmest, class selectora. Svo ID með octothorpe og gerfi klassa eða gerfi element með tvípunkti. Það meikar allt sens þegar við fara að flikta í þessu. Svo getum við tengt saman selektora. Þá bil, eða bara white space, í raun, bara eins mörg bil eða tab sem við notið. Þau significant og svo stærra en og plus og svo fleiri hérna, en þetta svona sem við notum helst. Og þá þýðir bil að það descendant selector. Þannig að það seinna, það sem hægra megin við white spaceið, innan hlutrés það sem á undan white spaceinu. Stærra en strangt barn, það seinna akkurat og nákvæmlega barn þess fyrra og plus að þetta systkini, þannig að það seinna systkini þess fyrra. Og svo hérna svona tilda að það svona eins og systkini nema það ekki, það þarf ekki að vera systkini, það bara það kemur á eftir. Þannig að seinna kemur á eftir fyrra. Og svo hérna listi yfir bara svona alla þá selektora sem til. Svo erum við gerfi element, en þau element sem utan skilgreiningaskjals. Við getum búið til element fyrir framan og fyrir aftan elementin okkar. Þannig við erum með eitthvað P og við þurfum að gera eitthvað sérstakt við það. Og það bara ekki nóg pláss í bara P-selektornum, við þurfum að gera eitthvað meira fancy. Þá getum við notað before og þá búið við til element fyrir framan eða fyrir aftan. Og þá þurfum við að gefa þig eitthvað content með því að setja content á það. Svo first letter, það bara fyrsti stafur inn í einhverju elementi, fyrsti stafurinn í texta þess elements. Og first line, sem þá í raun eftir því hvernig vafrinn að birta, fyrsta línan af texta í einhverju elementi. Og svo erum við gerfi klasa. Og það klasar sem svona dýnamískir. Þannig að við getum verið með first child, sem fyrsta barn einhvers elements. Við getum verið með nth child og svo getum við gefið þessi formúla inn á svega. Þar sem við erum með nth barn, þá getum við sagt nth child 2n, þá fáum við öll börn sem slettala, eða nth child 2n plus 1, þá fáum við öll sem ottatala og við getum flækt þetta bara með því að setja inn formúlu fyrir einhverja skemmtilega ræðir. Svo getum við focus
það þá það sem elementið sem í fókus í várunum, og hover, sem verið að hover yfir, og svo framvegis. Þannig hérna erum við með öll element bara allstaðar, ef við setjum bara stjörnu. Div, þetta verður þá bara öll div á síðunni. Div p, þetta verður þá öll p, sem eru ákomandi div, ekki p hérna. Div stærri en p, þannig í raun mununum þessu hérna að það verður það bara p sem undir divinu. Ef það verður div p, þá myndi þessu ekki vera applyað. P plus p, öll p með p sem fyrrasystkini. Þannig við getum stílað setningar öðruvísi eftir fyrstu setningu. Div foo, öll div með klass foo, a hover, alla linka sem við verðum að hover á. Div octothorpe foo, öll div með id foo og svo með attribute foo bar hérna. Ok, alveg verið búið. Svo fáum við okkur múið pásu. En specificity hugtak, sértækni það hvernig, hvaða selektor, hversu specifican Og fyrir hvert selektor sem við skrifum og viljum að vafrinn gera eitthvað við, þá reiknum við svona specificity gildi, þar sem að það ekki beint tala, heldur svona einhver fernd þarna, með A, sem 1, ef þetta style á elementi, annars 0, og B fjöldi ID-skilgreininga, C fjöldi annara attribúta og gerviklassa skilgreininga, og D fjöldi elementa og gervi elementa sem eru í selektornum. Þannig að svo þessu gildi skeytt saman í tölu, þannig að það ekki alveg það sama hvernig þetta gert, þessu skeytt saman, þessu ekki plúsað, og þá fáum við út specificity tölu. Þannig að hérna erum við með li, sem element, þannig að það gefur 1 hérna, og við erum með foo, sem attribute, það gefur hérna, þannig að þá eru þetta hérna specificity gildi þessa selektors. Svo erum við með id foo, þannig að þá eru það hérna b, og þá eru það hérna. Og þetta hérna hærra specific selector en þessi hérna. Þannig að þá sjáum við þessar fyrstu 2 tölur, sem eru þá, ef við erum með inline style eða id, þau eru hærra specific en það sem fyrir neðan, sem gerir þau svona hvimleið og, því ef við notum id, þá erum við bara að fara að yfirskrifa alla þá sem bara að nota class attribute. A, já. Það hérna. Ef ég set á element og set inn í style á eitthvað element, þá svo sá selektor, hann verður bara hérna A hérna og í raun hærra specific en allt hitt. Þannig að nota inline style mun alltaf trompa aðra stíla, af því að hann hærra specificity. Já, á elementinu sjálfu. Sem gerir að verkum að þá getur verið mjög erfitt. Þú ert búin að vera að hamast við það að reyna að yfirskrifa eitthvað, og svo segir þau, hey, það var skilgreint með inline style. Og þá segir maður, damn it! Svo erum við með cascade, sem í nafninu, cascading style sheets, en þá það þannig að það kemur svona flóð yfir skjalið og það svona reiknað út frá því. Þá eru alla skilgreiningarnar þær teknar fyrir öll element og það raðað. Þannig að það byrjaði að raða eftir skilgreiningum user agent sem yfirleitt vafrinn, svo skilgreiningum notanda, svo ég sem notanda vafrans, það hægt að fara inn í vafran og segja að ég vil allir linkar séu 50 pixla stórir og bleikir, en það eru fáir sem gera það. Svo skilgreiningar höfundar sem þá vefsins, svo skilgreiningum höfundar merktar með important, af því við getum sett important á reglurnar okkar til þess að gera það important, en við ættum aldrei að gera það. Og svo skilgreindu notenda merkta með important, og svo raðað eftir sértækni, og svo raðað skilgreiningaröð þar sem það seinast skilgreint vinnur. Og svona í raun farið í gegnum öll CSS fyrir öll element og fundið í raun hvað sem í lokið sett á elementið. Og þetta meikar rosalega lítið sens þegar við sjáum þetta þannig, en við munum sjá eftir bara nákvæmlega hvernig þetta virkar. Það svona eins og nákvæmlega ég get útskýrt það fyrir ykkur. En svo hérna raðið skilgreiningaröð þar sem seinasta vinnur. Þannig að ef við erum með nákvæmlega sama selektorinn tvisvar, þá bara svo sem seinna í skjalinu
eða seinna importaða skjalinu, hann vinnur. Það bara það sem að parsunin sá seinast. Ok, og svo gildin reiknuð og þá ef flóðið, kaskeiðið gefur eitthvað gildi, þá notum við það. Annars notum við erft gildi. Þá getum við til dæmis erft hvaða letur við erum að nota á síðunni. Það erfist bara frá rótarelementinu á öll önnur element ef það ekki sérstaklega skilgreint á einhverju elementi. Og annars eitthvað upphafsgildi. Gildin á því hvað á að birta á síðunni hjá okkur. Þannig að ég ætla að vera með eitthvað box og ég vil að það sé 50%. Og þá þurfum við að vita, hey, þessi regla segir að þetta box segir að vera 50%, þessi regla segir að þetta box segir að vera 60% og þessi regla segir að þetta box segir að vera 100%. Hver af þeim gildir? Af því það augljóslega ekki að sama þegar við teiknum hvort boxið sé 50, 60 eða 100%. Þannig að þá þetta hérna leiðin sem vafrinn notar til þess að finna út úr hvaða gildi við vinnum, eða þú veist hvaða gildi vinnur. Þannig að við sjáum dæmi á eftir hvernig við getum yfirskrifað og notað kasketið til þess að skrifa CSS. Og síðan erum við með þessi prósentugildi, þá erum við með á einhverjum tímapunkti þarf náttúrulega að reikna út af þeim, af því að vafrinn birtir allt í pixelum og þá það gert eftir að búið að finna gildi sem á að nota, þá reiknað úr því og svo notað gildi, þá í raun eins og ef við notað kalk sem við sáum áðan, þá það allt reiknað út og við fáum eitthvað nákvæmt gildi, það getur verið með alveg fullt af aukastöfum og svo í raun raungildi sem getur þá verið eitthvað rúnuð tala sem að vafrinn nota til að birta. Ok, þetta svona innan gæðslega fræðilegur grunnur af CSS. Svo fyrir við meira í praktikina sem það sem að CSS eiginlega allt bara praktik. En áður, eins og við sáum user agent, hver vafri, hann stillir einhvern veginn sitt user agent style sheet og oft viljum við hafa eitthvað hreinan grunn og þá svona CSS reset sem setur í raun öll element í einhver svona núllstöðu. Tekur allt margin af því, tekur allt padding, þannig að allir hlutinir eru í raun bara í einhverju núlli sem við síðan vinnum út frá. Þetta var meira relevant þegar vafrarnir voru með mismunandi núllgildi, eða svona, user agent style sheet gildi, en þau eru svona búin að converge að einhverju leyti í einhverju svona semi-standard dot. En þá getum við notað svona eins og eitthvað reset CSS skjal sem það bara resistor blokkað einhverju CSS sem segir bara settu þetta allt í einhverju svona núllstöðu. Ok, svo þegar þeir farið að skrifa CSS þá eru nokkrar þumalputtareglur sem ég ætla að biðja ykkur að hafa í huga og það að nota ekki ID í selektorum, bara ekki gera það. Þið þurfið þess ekki gera það. Af því að þeir hafa svo hátt specificity að það munum alltaf vandræðum og það ekki endurnýtilegt af því að það aðeins eitt ID per element per síðu. Þannig að ef þið notið ID selektor þá þið sjálfkrafa líka búið til CSS sem hægt að endurnýta. Og það bara ekki gott þó svo við sjáum að við viljum ekkert endilega skrifa með endurnýtilegt CSS en ID út af specificity slæmur. Og við viljum nýta kaskeiðið til að minnka endurtekningar. Það þarf ekki að skilgreina fyrir hvert eitt og einasta element á síðan okkur hvaða leturgerð við ætlum að nota. Við getum bara skilgreint það í rótinu á vefnum okkar og láta það flæða yfir alla síðuna. Þannig að þá skilgreinum við bara í grunnleturgerðin okkar og svo bara órætum við það með einhverju öðru gildi á þeim stöðum sem við viljum eitthvað annað letur. Og svo viljum við endurnýta klassa ef við getum. Þannig að til dæmis ef við erum að gera eitthvað layout og þið eru með box og það eru 6 box á síðunni, þá viljið ekki gera eitthvað box 1, box 2, box 3 upp í box 6. Þetta viljið þið geta að sé bara, já, öll þessi box eru eins, nema þú veist, þetta box með einhvern veginn aðeins öðruvísi. Þannig að þá viljum við nota sama klassan fyrir svipaða hluti. Góð og snyrtileg heiti á klösum. Yfirleitt svona enska með hyphen case, eða svona líka kallað kebab case. Þannig að einhvern veginn svona, ekki svona. Ok, aðeins lengur en ég ætlaði, en kennum því á tæknileg vandamál. Þannig að tökum núna pásu til svona 5 mínútur í og höldum þá áfram með dæmi þetta allt saman.
My phone will level from here. Sorry. Wow. Ég veit ekki hvað að gerast. Ok, ég var alltaf að tengja hljóð eftir við sem að gæti hafa verið að valda því að hljóðið datt út áðan. Mér sýnist ekki að hafa dottið út, þannig að yay. Og ég ætla að byrja á því sem að mér tókst ekki á föstudaginn, að vera með smá dæmi accessibility, hvernig að nota skjáleysara. En hérna erum við með eitthvað skjal sem að inniheldur fyrirsögn, mynd, eitthvað checkbox hérna, aðra fyrirsögn og svo eitthvað form smá, bara svona smá test. Ok, og svo á Macca, ef þið erum með Macca, þá getur nota hérna Command F5, það kveikir á VoiceOver. Það þannig að nú lokum við öll augunum og hlustum á vefinn. Þannig að núna er Control Shift Option. Já, nú er ég ykkur í vitleysu. Ég bara ekki að láta hann að lesa. Sko, ok, þá er ég hérna með svona ok. Control Option A, Start Reading. Control Option A. Stopp. Hvernig ég get pása? Ok. Nú er það svona ok, þannig að þannig heyrði very important image of foo image. Þannig að við getum búið þetta saman með það. Já, svo er þetta skam. Nú refreshum við hérna. Stopp. Ok, en þannig heyrði, þannig las hún í raun bara upp það. Slash, já, ok, býtur. Það getur verið svolítið erfitt þegar maður fór fram og tilbaka. Þannig heyrðum við muninn. Hún sagði foo.jpg image versus það ef við hefum verið með einhvern texta þarna sem segir okkur hvað er að gerast á myndinni. Þetta er muninn þarna á. Og ef við síðan höfum ekkert, þannig að ég ætla ekki að taka það, en það skilir sér muninn á því. Ef þið hefðu lokað augunum, þá hefðu bara fengið foo.jpg image sem segir okkur ekki neitt nema bara nafnið á myndinni. Og það gæti hugsanlega að gefa einhverjar vísbendingar hvað er í gangi á þessari mynd, en svona ekkert sem er explicitly að skrifa það í lýsingu á þessu. Ok, nú klikka ekki aftur og þá er það hérna með muninn á því að vera með bara input, checkbox og textan versus síðan label utanum, bara setja label utanum. VoiceOver home, text window, text HTML content as a text HTML content, heading number 1, important page, /foo.jpg image, unchecked checkbox, I accept, unchecked checkbox, heading up. Ok, þannig að heyrðið muninn. Unchecked checkbox, I accept. Þetta var ekki blandað saman, heldur. Akkur virkar. I accept, unchecked checkbox. Þannig að þarna er þetta allt blandað saman. I accept, unchecked checkbox. Og ef það væri eitthvað meira, þá væri þetta saman. Og svo get ég interakta við það með ít og space og þá checkbox, I accept. Ok?
Heading level 6, other heading, info, group, which items, info, email, null69@gmail.com. Email must include @accept button. You are currently on the button. Ok, þannig að þarna var þetta allt saman tengt saman. Og þetta var lesið í heild. Placeholder var lesið, required var lesið og þetta hérna með area described by var lesið í kontekstinu af inputinu. Og svo getum við farið hérna og ok, og ég geti gert eitthvað ok, ég ekki góður í þessu en þetta samt sem aður góður leið til þess að prófa bara ef maður nota vefinn með þetta þá skiptir máli hvað í gangi. Þannig að svona. En ef við erum Makka, þá getum við notað þetta og þessi tækni mjög góð. Ok. Svona. Og nú ætla ég að taka bara dæmi CSS og hvernig við getum þetta. Og nú ætla ég bara að taka svona disconnected dæmi, bara svona henda einhverju, gera eitthvað sem meikar ekkert sens. Svo næsta mánudag þá ætla ég að taka dæmi sem meira ég að gera eitthvað alvöru dót, ekki bara eitthvað út í loftið. Þannig að bara til að byrja með, þá erum við hérna með 4 P-element og hér ég búinn að setja link-element í hausinn sem að vísar í eitthvað style sheet. Og það hér og hér get ég skrifað eitthvað CSS og það verður birt á síðunni. En svo getum við byrjað að sjá hérna hvað gerist. Ef við gerum hérna style, font weight, bold. Þetta í raun regla. Þetta hérna lykilorð, font weight, breyta þyngdinni á letrinu og í svona typografíu þyngdin í raun hversu þunnt eða breitt letrið Það getur verið svona thin, alveg upp í bold, upp í svona extra bold. Þannig núna setjum ég þetta hérna á elementið. Ok. Svo getur líka sett bara normal sem það venjulega og svo ef við setjum hérna inn í style elementið, þá getum við sett svona CSS blokk hér. Við ætlum núna að segja P font weight bold. Ok. Og hvað gerist núna? Ég refresha, hvernig breytist þetta? Með það sem við vorum að skoða á. Hverju? Vafrinn fer yfir allt saman á síðunni. Hann finnur þessa hérna CSS-reglu fyrir P almennt og hann finnur öll P-in hérna almennt og svo reiknar hann út allar reglurnar og raðar þessu eftir specificity. Þetta specificity hærra en þetta specificity, það að segja þetta á selectanum, sem gerir það verkum að þessi hérna verður ekki bold, heldur verður þessi bara font weight normal á meðan hinir verða bold. Þannig að þó að þetta sé bara svona mjög lítið og mjög augljós dæmi, þá getið ímyndað ykkur ef þið væri með 2000 lína CSS-skjal og VF sem með 2000 síðum. Og svo eru þið að vinna eitthvað á einhverju síðu og eitthvað virkar ekki út af því að einhvern tímann hafi sett inn inline style. Þannig að þess vegna reynum við að sleppa því. En síðan getum við líka notað important. Þannig núna erum við með important og við skildum spá í því. Núna það boldað af því að important kemur á undan specificity. Important svona svipað og að skrifa inline style. Þetta svona að taka sleggju
þegar þú þarf svona lítið svona hama svona gett með netta. Þú bara, algjörlega ryðja öllum vegi og bara eitthvað öskra að þú viljið fá þetta. Þannig að svona getum við sett important og það aftur notum við ekki nema í einhverjum aðstæðum sem skiptir máli að nota þetta. Og það er einhver ástæð fyrir því og við getum ekki láta þetta virka öðruvísi. Að því að segjum ef einhver myndi skilja þetta eftir svona og svo var ég að skrifa allt mitt CSS og fínt hérna og ég ætlaði bara að gera font. Svo sjáum við hérna í atom að því að þetta er .css-skjal þá fáum við í raun öll hérna propertyin bara við það að skrifa font og getum bara farið yfir þetta. Þetta er alls konar þægilegt af því að hérna þetta eru hluti sem maður ruglar oft saman. Eins og italic er font style, ekki? Nei, það er text. Nei, text decoration, þar setjum við underline. Svona og ég bara eitthvað, hei, þetta ekki vera bold. Þá, eitthvað skrítið, font, weight, normal. Það fer ekki, af því að þetta er hérna með important. Þannig aftur, þetta er svona slæm leið til að skrifa CSS og vera að trúa important hluti. Og svo getum við gert eitthvað hérna, við getum sett div og sett þessi foo inn í þau, haft þessu líka hérna fyrir utan. Og þá getum við séð hvað gerist ef við erum með þetta svona og svo div p. Fúin okkar sem eru inn í p-inu, inn í divinu, þau eru, þau eru bold en hin eru öll líka underlined. Þannig að þá er tekið reglan fyrir p, þessi regla hérna er fyrir p, hún er fyrir öll p, en þessi hérna regla er fyrir öll p sem eru innan, eru descendant af div. Þannig að þessar báða reglur sem við báðum að plæjað á div. Það munur á því hvort þið séu fyrir innan div eða fyrir utan. Þannig að þannig kaskettið að koma þegar það er verið að reikna gildin. Þetta getum við svo notað, þegar við viljum HTML og body, það er svona sögulegum ástæðum og út af sumum vöfrum, þá gerum við þetta þegar við viljum ná fyrir allt content á síðan okkar. Font, family og þá ætlum ég að setja hérna Comic Sans. Þannig núna er allur texti á síðunni mun vera renderaður í Comic Sans af því að það er raun gildi fyrir font family sem erfist yfir allt út á kaskettinu. Þá ætlum ég að setja fantasy sem er eitthvað svona sem að ég veit ekki hvort það dýrkerfi styður, en það er í raun CSS skilgreini bara þessar hérna fontfamilíur, cursive, fantasy, monospace, sans serif og serif sem er í raun bara eitthvað gildi sem að stýrikerfið má velja fyrir þá leturgerð sem á birta. Nei, sjá hvað fantasy gerir. Fantasy. En font family er síðan hægt að skilgreina með í svona röð af, þannig að ef ég er með Arial á vélinni, þá er Arial notað, annars er fantasy notað. Þannig að við getum gert þetta svona í svona fallback röð. Ok, annað dæmi um svona selektora, við getum verið með svona á já, það held ég að sé bara eitthvað sans serif leturgerðin á vélinni eða eitthvað. Veit ekki alveg, það er skilgreitt í spekknum. Já, það er meira að segja skilgreitt af vafranum. Þannig að núna ætla ég að opna hérna DevTools. Setja það hérna fyrir neðan, fullscreenum.
Þannig að þá getum við farið núna og okkur langar að vita af hverju þetta að gerast. Og þá getum við séð hérna í vafranum nákvæmlega hvernig þetta er túlkað. Þannig að hérna eitthvað P og svo hægra megin þá sjáum við að P í grunninn fær user agent style sheet hérna stælina hér. Það er display block og það er með margin before og margin after. Svo er það með inherited from body, sem er inherit gildið. Það er font family, og svo sjáum við það búið strikið yfir það, af því að við yfirskrifum það á öðrum stað hérna. Þetta er í rauninni specificity röð eftir, þá sjáum við hvernig í raun þetta dettur út af því að þetta er hærra specific selector. Og svo getum við farið alveg niður hérna, og þá sjáum við boxið sem við möttum að kynast líka. En þetta er sem sagt það sem er reiknað út. Og svo getum við, af því að okkur er svo gaman að fekta, þá getum við fara að leika okkur hérna. Við getum notað DevTools til þess að rannsaka svona hvernig eitthvað hefur áhrif á síðan okkar. Font size 20px, stækkara. Svo núna held ég inn í shift, og vita upp, og hækkar það 10. Ég sleppi shift, hérna 1, eftir því sem ég íti upp eða niður takkana. Það getur verið rosalega þægilegt þegar maður reynir að stilla eitthvað af. Og svo held ég henni allt og þá fer þetta niður í kommutölur. Og þetta er mjög skemmtilegur og góður features. En svo getur þetta verið hættulegt af því að þið eru búin að skrifa allt út af þetta sem er að fara að útfæra þarna. Og svo bara bætið við ykkur í HTML og refreshi og það bara ekki, nei, það hvarf allt. Það er bad times. Og þá er þetta að fara í settings sem ég ætla ekki að fara í og þetta skilgur svona workplace eða manni hvað heitir. Það sem við getum mappað þetta við eitthvað skjalið á disknum, þannig að þegar þið skrifið þarna, þá skrifið þið í skjalið á disknum. Ok, og svo núna ætla ég að breyta eitthvað leturstærðinni. Ja. Mér getur verið explicit að eitthvað gerist, ekki bara láta kasta tenningum og vona það besta. Svo til að segja font size 12 pixlar. Þannig að grunnleturstærðin hjá mér ætlar að vera 12 pixlar. Það er minnka allt. Og svo ætla ég að láta þetta hérna ekki bara vera bold, heldur ætla ég líka að láta það vera stærra. Þannig að nú get ég sagt font size eitthvað stærra, 14px. En ég ætla að nota EM-gildi og þá er 1 EM er hvað? Tólf pixlar. Þegar EM-gildið erfir það gildi sem er fyrir ofan og verður 12 pixlar. Ok? Þannig að þá er þetta hérna, svona, 1 EM. Það fer hingað, erfir það héðan. Ok? Þá ætti þetta það er engin breyting hérna á. Og sjáum við font size 1 EM. Og svo förum við í computed og þá getum við séð hvað vafrinn er búinn að reikna út fyrir okkur. Það sem að hann er búinn að finna specificity á öllum selektorunum, búinn að finna reglurnar og svo þarf ég raun að reikna út úr þessum gildum sem er ekki nákvæm. Þannig að þá förum við í computed og þá sjáum við hérna, þetta eru reiknuðu gildin og font size, reiknaða gildið eru 12 pixlar. Hérna sem er feitað út, það er 13,71 pixlar og við þetta hérna, en þetta er raun bara út frá því hvernig element þetta er, þannig að ef ég breyti hérna, já það breytist það, við skoðum þetta betur þegar við fyrir að skoða hvernig breytir á elementum hérna reiknast. Ok, þannig að þetta er núna 1 EM, en ég ætla að segja, ok, ég vil að þetta sé 18 pixlar. Hvað er þá EM-gildi sem við höfum að setja hér? 1,5, það er bara 1,5 sinni 12 eru 16, 18, sagði ég, já. Og, ok, en af hverju viljum við vera skilgreina í EM á móti 12 versus pixlar? Sko, ég er búinn að fara fram og tilbaka í þessu, en þetta er náttúrulega kosturinn við það að nota hlutfallslegar stærðir eru svo að ég get sagt að í grunninn vill ég vera svona stór, en svo þegar ég vil stækka eða minnka, þá ger ég það hlutfallslega út frá grunninn. Þannig að ef ég ætla að stækka leturgerðina mína núna alla
upp í 16, þá segjum að þetta núna svona, þá þessi hérna leturgerð, hún hlutfallslega svona mikið stærri en þessi, þá helst það hlutfall ef ég stækka þetta upp í 14. Leturgerðin stækkar, en hlutfallslega helst stærðin á milli elementana sem hérna skilgreind með EM-inu. Svo það sem segja, þetta bara ótrúlega mikið vesen, skrifum bara PX, það er pixlar. Það líka alveg mjög valið punktur og við erum ekkert að því að þetta alltaf í lokin reiknað niður í pixla. Þannig að, já, ég mun líka greiða okkur og tala meira þetta svona eitthvað, en ég svona minna pedantik með þetta, eins og verður alltaf bara EM, allstaðar, alltaf. En núna svona skiljið hitt miklu betur. Og það raun bara orðið miklu þægilega að vinna með þetta. Út af því, ef við sjáum núna erum við með þetta hér og svo ætlum við að geta lagt ennþá meiri áherslu á eitthvað hérna, þó að þetta sé bold, og við erum að segja hérna strong. Strong. Okay. Þá það raun alveg eins núna, þetta bara font weight normal, en við ætlum einhvern veginn öðruvísi að, þannig að sjáum við þetta sem við erum að tala um eitthvað svona bladtæmi, þetta svo mikið bladtæmi að ég veit ekki hvað þið að fara með það. Þá ætlum ég að láta þetta vera enn stærra, það meikar sens. Þá 1 EM, hvað 1 EM núna? Nei, 1 EM þetta hér gildi reikna niður. Þetta var þetta hana sem ég var að reyna að segja hana með nema á EM-reglunni sem meikar rosa lítið sens þegar maður er að útskýra en virkar miklu betur hér þegar ég gera þetta svona. Þannig hérna myndum við halda að þetta yrði 14 en þetta í raun og veru 21 pixel. Og þá sjáum við þetta breytist ekkert út af því að ef við fyrir hérna í computed, font size 1,5 EM hér, nána tiltekið 1 EM af 1,5 EM. En ef við vildum að þetta veri 14, þá myndum við setja ren, sem þá relativ við root element. Þá minnkar það hérna, út af því að þá erum við að nota ren. En ef við myndum til dæmis vilja þá segja að þetta sé stærra, þá getum við alltaf sagt bara 1,5 hérna, ef við fyrir aftur niður 12, því það er þægilega við hugsaum 12 og 14. Þetta hérna þá 18 og við viljum að þessi hérna sé 24, þannig þá þurfum við að segja 24 deilt með 18, 1,373. Þannig þá þetta hérna gildi sem við þurfum að setja inn. Þess að fá þetta gildi sem 24. Og hérna raun búið að rúna af að koma inn og rúna á einhverju tímabili og þá skiptir inn máli hversu marga aukastæði við erum með. Þannig að ef við erum með svona marga, þá það 23,994 og það svona 6 aukastæði yfirleitt nóg til að fá þetta upp í heila tölu sem við viljum. Þetta svona leturgerðir og hvernig stærðir virka og þetta getur skipt máli við erum að vinna með mjög svona letur conscious hönnuði sem við erum með svona vertical rhythm þar sem allir hlutir eru í einhverju ákveðnu flæði lárétt þá fara svona pælingar að verða mjög mikilvægar. Ok, þannig að þetta EM-reikningur. Þegar svo get ég nota þetta gildi til þess að setja síðan margin, við setjum hérna margin, þá get ég nota shorthand, þetta þýðir þá margin allar hringinn 1,5 EM. Ég ætla bara að setja uppi og ég ætla að setja 0 í hliðarnar. Þá það í raun 2 tölur, þá fyrir talan upp og niðri og seinni talan vinstri og hægri. Og þá getur þið nota EM þess að auka marginið hérna milli. Þannig að þá marginið orðið hérna 1,5 og þá getur við hort á það, þá erum við með skilgreina marginið eins og við erum að setja þetta upp í Word eða eitthvað, að við setjum 1,5 línubil. Þá þetta hérna núna með 1,5 línubil í textanum. Á milli setninga, ekki line height eða milli.
Svo getum við gert það með þess að setja line height 1,5. Það er alltaf hérna alltaf hlutfallsleg tala. Þannig þá er hérna á milli núna line height 1,5. Svo getum við leikið okkur hérna, halda henni allt, íta niður, hvernig hún breytist. Hvernig látum þetta flæða saman þegar line height er 0. Og svo fyrir við upp. Síðan, já, getum við tekið hérna og sagt eitthvað, foo. Núna viljum við merkja öll element sem með foo einhvern veginn. Og þá getum við sett bara hérna foo innan brackets. Þá erum við að targeta attributi foo. Þá getum við sett bara color sem breytir í raun ytri litnum, sem er þá textaliturinn. Hérna er ég með svona extension á atom sem lærum við vita að þetta er pink. Þá núna fær þetta foo litin pink. Og svo ætlum ég að gera eitthvað sem er bar. Eða ég vil bara gera eitthvað sem er bar hérna. Sem er bara svona, sem er þá selector, sem er hérna með class. Og það er background color hérna 0, 0, 0. Það er svart. Og ég ætla að setja hér class bar. Og lista allt. Sérst ekki neitt. Þannig að þá getur ég sett svona og svo getur ég sett hérna, hei, foo líka. Hei, endurnýttu klassar til þess að gera ljóta hönnun. Þannig svona getum við notað í raun klass. Svo getur ég bara sett klass á hvað sem er. Ég vil setja klass á þetta. Þá verður þetta svona. Ég vil setja klass á body. Þá verður þetta bara allt svart. Þannig að svona getur ég notað í raun sama selektorinn aftur. Ég gæti gert það með ID, en þá er ég bara takmarkað mig við að nota hann einu sinni. Þetta er mikið henni góða hérna okkur. Og svo getum við sett P first letter, þannig að við erum með hérna á öll P first letter font size 2em. Núna eru öll P, fyrstu P-n eru stærri. Það verður alveg gasalega ólekkert. Sama með first line. En hérna er það bara eftir hvað er í fyrstu línunni. Þegar við vitum ekkert endilega hvað er í fyrstu línunni þegar við erum að rendra þetta í vafranum. Þannig að þá er það hérna, það helst alltaf við fyrstu línuna. Og þetta þá svona pseudo-klassar og svo getum við líka setta, þannig að við láta annað P vera legt, nei, 8-tölu, svona. Já, þannig að hérna meikar það sens. Sléttala, 8-tala, ekki applyað, svo framvegis. Og hover, þá getum við sagt P hover. Hvernig getum við nú gert þetta? En þá klikka það. Hérna, við getum sett transform. Við komum hérna scale 2. Þannig að transform í raun bara, þá getum við notað línulegu algebrun ykkar í CSS. Takið eitthvað transform fylki, skellið því á elementið og breytið því í hérna, þrívíðu rúmi. Wow. Þetta var eitthvað skrítið. Spilaði bara smá. Hvað er í gangi? Ok, nú er ég með eitthvað svona mjög skrítið að gerast. Og ég get ekki replikata þetta, ég get ekki fundið hover elementið í það. Þannig að ég er ekki nógu fljótur. Þannig að þá get ég farið hérna, fundið bara þetta element hérna og þá get ég toggle element state hérna. Þannig að ég bara segja að þetta á að vera núna hover. Ok, hvað er í gangi? Transform, scale, prófum hérna að lækka töluna niður. Það er að fara út fyrir hérna vinstra megin. Það er ekki að gera alveg eins og ég
hvernig það skeila, það bara raun út frá hvar augað ok. Þannig að svona get ég notað þetta til þess að debugga hluti sem eru ekki, ég get ekki interaktað við beint hérna þegar þetta gerist þegar að ég fer yfir. Þannig að núna erum við svo búin að breyta þessu hover state, þá sjáum við alltaf, ég hover yfir það og það að hoppa í burtu, en það kemur tilbaka því ég ekki lengur að hover yfir þegar það komið í burtu. Þannig að það verður þetta svona freak show eitthvað. En það aftur, DevToolsina eru alveg geðveik tól til að debugga CSS. Áður fyrr, þá var þetta pretty much bara Vista, reloada, nei, Vista, reloada, nei, Vista, reloada, nei. Og ad nauseam, en núna getum við gert þetta og fiktað og svona séð visuált hvað er að gera sem leið við gera. Og já, ef við svo sjáum hérna að núna ætla ég að gera hérna svona major syntax error núna í CSS-inu og svo reloada ég. Þannig að það eina sem gerist núna er að við erum með Arial, 12 pixla font weight normal og text declaration underline og svo bara hér er villa og engin af reglunum hérna frá eru parsaðar en það sem er komið áður er parsað. Þannig að hérna kemur bara eitthvað villa hér, unknown property name, p first line, dadadadadadadada. Þannig að þannig getum við líka að sé þetta. Þannig að við erum að passa okkur á þessu versus það ef ég setja eitthvað under L, þá bara er það ekki underline en allt hitt kemur. Þannig að þetta er munurinn á því hvernig þetta getur gerst. Þá getur maður lent í að skrifa eitthvað vitlaust nafn, en þá aftur, þá kemur DevTools okkur til hjálpar og segir invalid property value. Þá getur ég farið hérna, ok, ég strók allt út og þá fæ ég bara hey, link. Það virkar ekki. En ég get prófað, ég get ítt upp og niður og séð í raun hvernig þetta lítur út. Þannig að aftur þetta er rosalega gott svona tól til þess að sjá hvað er að gerast. Og þá held ég sé búin að taka öll dæmi sem ég ætla að taka í bili. En það sem ég ætla síðan að gera er að taka upp fyrirlestra og þá sérlega það hvernig þetta allt reiknast. Þessi stór boxin okkar eru, af því að allt sem við erum að vinna með í CSS, það er rosalega gott að byrja því að hugsa bara þetta eru bara rétthyrnd box. Og þau eru bara rétthyrnd boxin, bara box all the way down. Og þó svo að þau birtist ekki þannig, þá er alltaf eitthvað box utan hlutina. Þannig að utan þetta P hérna, þá er box. Og síðan ætlum við að taka svona visual positioning og visual formatting model, hvernig við ætlum að taka eitthvað af þessum boxum og færa þau til á síðunni og láta þau síðan verða að einhverjum svona glæsilegum útlindum. Ekki orð. En annars ekki meir í dag. Einhverjar spurningar eða eitthvað svona í lokin? Ok, takk í dag.